Góða kvöldið og velkomin í ljóslegara deildina. Vika 5 hefst hér og ég Tommi með mér Óli. Við þekkjum þetta, það eru 5 vikur komnir á þessu. Þriðjudagar eru okkar dagar. Já, í fyrsta skipti á þessu tímabili þá eru þriðjudagar ekki Þórsdagar. Já, þetta var farið að vera dálítið vandræðalegt, sko. Já, maður hætti að halda að við hefum verið eitthvað að hygla þeim, sko, en það bara fjall alltaf þannig að þeir voru að spila sjónvarpsleikir á þriðjudögum, en ég er búinn að fá að fylla inn í einu sinni á fimmtudögum og hérna, þá fékk ég önnur lið og það var eitt sem við erum að fara að horfa á hér í kvöld. Já, skemmtilegt, við erum með það hérna fyrir aftan okkur. Þú sást þá Dusty-leika? Já. Einmitt. Þú veist má warm-up af Dusty. Já. Ég horfði þann leik og Dusty eru náttúrulega bara að reka þessa deild á kaf, það verður bara að segjast. Já, þeir náttúrulega taka þarna taka sögu. Núna eru að fara að fá KPJ, kannski hittliði sem getur staðið í þeim á góðum degi. KPJ gerði alveg vel í sjómatsinu á Skjálta, þó að það hafi kannski ekkert verið eitthvað, það voru ekki allir að reyna eitthvað max á sig og fólk að venast í að spila upp á sviði og annað, en KPJ sýndi samt alveg hvað í þeim býr og ég er spenntur fyrir því og ég er líka bara svona, ég er alltaf svona, ég er þar að mér finnst mjög gaman að sjá liðin sem að eiga vinna að tapa. Ég elska það. Þannig að no offense, Dusty er frábær alltaf, en mér langast að sjá okkur tapa. Já, auðvitað. Og ég meina við biðum eftir því lengi vel með Dusty Dynasty sem að var náttúrulega með Bjarna og Þór og Edison og Co. En mér langar að fá stöðutöfluna upp á skjáin hérna, eða bara upp á stóra skjáin, eða hvað það er. KPJ á toppinum og það er bara pluss mínus. Pluss mínus rándin sem að er að setja á toppin. Eitt ránd, Tommi. Eitt ránd. Dusty í öðru sæti og þetta er 1-2. Veka í þriðja og þeir eru búin að tapa einum leik. Þór í því 4. Síðan er Saga, Bakkus, Hyper og Neisti. Neisti eina liði sem á eftir að krækja sér í sigur eins og staðan er núna. En leikirnir sem að munu eiga sér stað í kvöld eru Þór og Hyper. Það er þá annarkvort community stream og vonandi verða það þannig. Þór, Hyper. Það er must win fyrir Þór. Já, bara tvímælalaust. Þeir verða bara að gera til þess að halda sig bara í efri partinum á töflunni og svona að skilja sig frá sögu sem er þarna þar fyrir neðan og segja bara svona svolítið, hey, við erum að komnir hérna til þess að vera topp 4 lið, sko. Já, það er nákvæmlega þannig og Neisti að leita sínum fyrsta sigri. Hyper eru ótrúlega erfiðir. Þeir spila mjög skringilegan sé svona miða við hvernig restin af liðinum hérna spila. Eina liði sem að mér gæti séð benefita rosalega mikið að því er Neisti, en þeir spila hægt og rosalega svona pakt og dominant CS og eru með þessa superstar sem bara massívan lurker sem er líka vappi, þannig að þetta er svona mjög skringil setup, en virkar fyrir þá. Og annað sem ég langar að minnast á, Hyper er elsta liðið í ljósdeildinni. Þeir eiga rætur sínar að rekja aftur til ásins, mér langar að segja 2006. Já, ok. Já, bara svona minna áhorundur á það, að þetta er ekkert eitthvað nýtt á nálinni, þetta er endurstofnað, úr Hamrahverfi í Grái. Hamrahverfið, Grafavúðurinn. Og Sukk er úr Hamrahverfi, hann er upprunalegu stofnandi og meðlimur í Gamla Hyper. Hvað er póstnúmerið? 112. 112? Já. 112 rappin, Hyper CS. Mér langar líka að minnast á það að það eru fleiri leikur á dagskrá síðan, ekki sendum okkur inn í töluna hérna. Það er Veka Neisti, það verður erfiður leikur fyrir Neista, það verður bara að segjast. Veka stillaður upp aðeins öðruvísi line-up og það verður spennandi að sjá þá, og síðan er Bakkus, Saga á fimmtudaginn. Það verður aftur áhugaleikur, en ég myndi segja að Saga skildu sigur fyrir þá. Svona út af því að ég sé Bakkus í svona middle of the pack sem lið. Já, það er ekki seinna vænna fyrir sögu að byrja að spyrna tilbaka heldur en í þeim leik. Vilt ekkert fara inn í viku 6 með 2 stig. Nei.
Það ekki, held ég, bara það sem Saga vill vera sem lið, tala nú ekki eftir árangurinn á Skjálfta og þú veist, þeir eru búinir að sýna það að þeir geta tekið öll þessi lið og hérna, þú veist, að taka mappa Dusty og allt það. Þannig að ég held að það sé alveg rétt fyrir. Það bara, þú veist, ekki setna á einna. Það þarf að fara að koma ykkur viðsnúningur þar akkurat núna, en já, sjá til. Ég ætla líka bara að minna á það að sko, við styttum deildina, við erum hálfnaðir. Já. Nú þurfa menn að fara að hrækja í lúkurnar og fara að, eins og þú segir, spilna frá sér og kræki stig því að þetta verður óttalegt bras þegar þú ert komin síðan í úrslitin. Já, ef þú ert einhvers staðar í miðjunni þá ert að fara að ná einhverju liði sem er mjög nálægt þegar ég getist því og það væri helviti næs ef að til dæmis Veka halda sig í þriðasetti, fá bara Bakkus, bara þægilegt, matchup, Dusty myndi fá Hyper og svo framvegis. Þú veist, þetta líka sko, ef við erum að hugsa bara niðurstöðun úr deildinni, þá er leikurinn í kvöld mjög þýðingarmikill leikur. Já. Af því að núna geta annarkvort KPU eða Dusty farið að slíta sig frá hvort öðru. Já. Þeir ekki þarna bara með jafnmörg stig og eitt ránd á milli sín og það bara hefur mjög mikið að segja og það hefur líka að segja svona upp á þennan mental faktor og þú veist, og núna veit ég að leikmenn Dusty eru svona fyrstir kannski til þess að sláða frá sér svona já, við okkur alveg saman með þetta strík, þú veist, alveg gaman eitthvað svoleiðis, en það er alveg högg þegar þú tapar eitthvað svona stríki, sko. Þannig að ef að KPU geta, þú veist, bankað á af hestinum með því að taka actual seri á mótið þeim hér, að þá gæti það alveg bara opna dyrnar líka fyrir Veka til þess að, þú veist, koma allt í hennu bara from behind og jafnvel skipa sér meðal eftir tvekja liða. Já, nákvæmlega þannig og á þeim nótum þá ætla ég að nota það sem segvei bara til að kynna inn fyrsta lið kvöldsins og það er Dusty. Já, eins og við höfum verið að tala bara í gegnum frá því að við byrjuðum þessar útsendingar og frá þetta lið var stofnað og keypt yfir þá eru þetta bara frontrunners í deildinni. Frábært line-up, ekkert breyst hér. Þeir eru með menn á bekknum sem að hafa spilað einn leik, Sveittur og Mínútigrís tóku einn leik rétt fyrir Skjálfta, unnu hann naumlega, vissulega, naumlega. Á móti Rista. Já, það var naumlega sigurinn sem þið kræktu sér í. En mér finnst samt blóðtaka, þetta line-up þarf að vera inn á serverinu þannig að, þú veist, hefðu þið tapað þarna, ég veit ekki hvort ég hefði gefið þeim að stríki er búið. Nei, þú veist, það hefði alltaf verið stjórnumert, sko. Já. Þú veist, það er svolítið þannig, þú veist, þetta eru, Peter og Dabbi eru bara kjarna leikmenn í þessu liði og þeir voru náttúrulega, sko, þú veist, voru á leiðinni í bæinn, skilur við, frá því að vera fyrir norðan og allt þetta, þú veist, þetta er bara svona, það er erfitt, hefði verið erfitt að taka þetta aðeins þar, en á sama tíma, þá bara, þú veist, eftir því sem ég sé meira af þessu line-upi spila, þú veist, þá er ég bara svo blown away af Rafle og hvað hann er að gera inn á servernum með Dusty á þessu tímabili og svo bara hvernig allir aðrir geta alltaf fullkomlega stíð upp þegar kemur eitthvað upp á. Þú veist, hann er bara að fá að vera bara eitthvað, þú veist, svona donk Íslands, bara hlaupað með riffilinn og eða vappan eða hvað það er og bara bapp og svo bara, herru, já, ég náði 2 en þið eru 4 á 3, skilur við. Og svo bara kemur eitthvað inni push eða eitthvað og Dabbi að taka á móti því og hann bara jarðar restina á sókninni. Þú veist, þeir eru í einhverju íkói og Tony tekur fórkið með deglu eða eitthvað svona, þú veist, þetta er bara svona, hvernig átt að spila á móti þessu liði? Já, það er nákvæmlega það sem að... Heyrðu, við náður Rafle! Við höfum bara, þú veist, 4 endakalla eftir, skilur, þú veist, þetta er ótrúlega leiðinlegt að spila á móti þessu. Þetta er bara final boss eftir final boss. Það er bara þannig. Ég held að þú óskiðist bara einhvern veginn bara að ég vona Rafle í slæma seríu og já, þá þarf ég samt að spila á móti 4 öðrum sem eru með, yfir 3000 KI íló á Faceit og eru ógeðslega góðir einstaklislega. Eitt sem ég langast samt að minnast á út af því ég fór að pæla rosa mikið í þessu line-upi og line-upi er náttúrulega búið saman til úr svona 2 mismunandi kjörnum, köllum það. Það er Peter, Dabbi og Tony sem eru í þessu upprunalega Þórs line-upi og síðan er Rafle og Panda sem eru búin að vera svona pingu flökkukindur svona út og inn. En alltaf saman? Alltaf saman. Þeir eru búin að vera saman mjög lengi og það var ákveðin choking faktor í gamla
Þórs-lænupinu sem að tapaði meðal annars fyrir sögu í undanúrslitum með frægu kalli í Anubis þar sem að það kemur lörk út alobíð og bakmiðju og lendir á þeim þar og þetta var svona, þeir voru ekki góðir í þessum tight situations, tight leikjum. Síðan einhvern veginn þroskast þeir inn í þetta hlutverk og fá náttúrulega geðveikan klötsfaktor í að fá Pandas og Rafle inn sem eru náttúrulega bara meistarar og eru búin að gera garðinn frægan bara hvers sem þeir fara og ég held að þetta sé gífurlega erfitt lið að leggja að velli og brjóta mentali út af því þeir koma þaðan og það finnst mér mjög merkileg saga. Ég meina, þú sást það í líka bara seríunni á Skjálta þegar þar voru með það í playcams og þú veist, svona væpið var þannig. Þeir voru alveg áttalega erfið ránd og allt þetta. Og leiðu komið tilbaka, þá var bara Pandas komin á háarsíð. Bara, skilur þú veist, og það bara allir, bara bam, allt í einu voru allir mættir. Já. Og þú veist, búið að tala svolítið þessa 6-6 hálfleika, gefa kannski frá sér einhver ránd snemma. Og það bara svona svolítið eins og ég sé alltaf bara svona að þreifa fyrir sér. Bara svona, heyrðu, ok, hvað komstu upp með, hvað komstu ekki upp með, tekur 12 ránd, skilur við, sem þið vinna 6 af til þess að svona komast að því og svo bara, heyrðu, ok, búm, og bara lokað, þú veist. Og þetta eins og segir, þetta er bara virkilega erfitt, en ef það lið í þessari deild sem að spila í deildinni, þá ég ekki að tala um ásviði, álani og allt þetta, ef það lið í þessari deild sem getur tekið aðeins, þá það KPÍ. Á þeim nótum þá skulum við kíkja á line-up geggja segway, þetta hjálpaði. Edison, VJ, Solo, Nonni og Rufflu. VJ kemur aftur inn line-upið eftir Skjálta að sjálfsögðu, hann mætti ekki á það lan. Myndigrís var láner fyrir þá og ég alveg sammálaður að þetta lið getur lagt á velli, en það eru nokkra stjörnumerkingar sem ég langast að benda á, svona þegar ég er búin að fylgjast með liðinu. Það var engin VJ, þannig að Myndigrís kemur inn í liðið á Skjálta, ég sat aðeins fyrir aftan á og bara dýrkaði sig þetta eru frábæri náungar. Eitt sem ég tók samt eftir og þetta bakkar upp dálítið það sem ég er búin að taka eftir í gegnum spilastegin og við náttúrulega horfum á það online og við erum með playcams og allt það, en það aðeins öðruvísi að sita fyrir aftan á og sjá það á lani. Þetta lið sem kann bara að frontrunna. Þeir eiga í virkilegum vandræðum þegar koma close leikir, þegar það comeback sett á þá, þegar að mórallin örlítið komið niður, þá vantar þessu liði leiðtoga. Það enginn þarna sem ég myndi segja, þetta a leader of men. Sem kemur bara og ber menn saman, tók eftir því að Myndigrís var að reyna á tímabili í þessum tight leik sem ég horfði á móti Hyper. Þeim vantaði bara ránd. Þeim vantaði bara timeout og eitthvað örlítið af svona Coach Carter moment. Já, eiginlega. Halló, hættum þessu rugli, við getum þetta áfram gakk, eitthvað svona. Þetta lið gæti benefitað rosalega mikið af bara góðum leiðtoga. Þarf ekki að vera engjumlítir, bara þarf að vera sálfræðilegu leiðtogi. Þjálfari. Til dæmis, ef einhver þjálfari myndi koma þarna inn sem með bara ákveðið presence, getur peppa menn, svona góður í man on man, myndi hjálpa þessu liði ábyggilega meira heldur en öllum öðrum liðum í deildinni. Því að það ógeðslega mikið að hæfileikum hana. Þú veist, við förum bara Edison, eitt besti einstaklingsleikmaður bara sem Ísland hefur alið af sér. VJ, við vorum heillaðir á honum á senast tímabili hvað hann var ógeðslega góður. Solo, þetta bara endrifrækkar af guðsnáð. Nonni búinn að stíga upp sem þessi svona Spútnik leikmaður einhvern veginn out of nowhere og bara skemmtilegt að fylgjast með. Og Rufflu, hann svona ennþá að finna sig í hlutverkinu sem hann passar langkvæmlega inn í. Hann búinn að prófa fyrir sig í stjörnurðurki. Ég held hann eigi meira fyrir sig í svona supportive role og endri hlutverkjum okkur svoleiðis, en klárlega eitt sem getur þroskast inn í það og verið frábær. En það vantar bara þetta það vantar bara að vera með leiðtogann. Já, og þú veist, og það ekkert á allra færi. Og þú veist, og það kannski skín hvergi í gegn leiðtogaleysi eða eitthvað svoleiðis heldur en í vítóum hjá liðum. Þannig að talandi það, ég skal fá vítóið upp á skjáinn og sjá hvort að leiðtogar KPÍ stíði hérna upp og komið þeim í gott mappúl. Áhugavert samt, Óli. Ég er búinn að greina mappúlið. Það kemur train, eiginlega bara 100%. Bæði liðin spila. Er það train overpass núk
púlið okkar? Hérna væri sniðið samt ef að KBO myndi pikka annað en treinina. Ég er bara 100%. Ég meina, þú veist, ja, þeir velja Nuke og ég veist, mér finnst það bara solid, þú veist. Train er nýra í púlinu, fólk er með meiri svona, hvað getur sagt, svona nýlegri spilatíma. Áhuga. Heyrðu? Þetta er eitthvað sem ég bjóst ekki við. Ég pældi í Inferno, mér varst Dust 2 líklegra og já, KBO, Vito Dust. Ég held að KBO er því geggjað Dust 2-lið, en manta Vappa. Þeir eru ekki með Vappa. Manta Vappa, já. Líka er náttúrulega erfitt að vera ekki með Vappa í Nuke, kannski erfiðara að vera ekki með Vappa í Dust en Vissulega. En þetta er samt, ok, þá gerum við ráð fyrir því að Dusty taki hérna út overpass og Train verði decided, já, mikið rétt. Þetta svo sem kemur ekkert rosalega mikið á óvart að Train sé þarna senasta mappi. Ég á með Train Nuke Dust 2 og ég næ þarna einu. Það sem kemur mér samt virkilega á óvart er að Dusty er að pikka Inf hérna. Þeir eru búin að spila Inf nákvæmlega 0 sinnum, eru náttúrulega búin að 2-0 hvert einasta lið sem verður fyrir þeim, sem og KBO í raun og veru. Og já. Spiluðu Inferno á móti KBO í sjómælsinu? Já, vissulega. Og það var KBO að ekki með VJ? Já. Mér finnst KBO vera með svo mikið af multifrökkurum, Óli. Þetta er bílun. Ég meina, þú veist, bæði lið eru með multifrakkara, skilur þú veist, á öllum vopnum í leiknum. Þannig að þú veist, ég einhvern veginn bara get ekki sagt að einhver sé með eitthvað multikill forskot á Dusty þegar ég er, þú veist, bara það er ekki 2 vikur síðan að ég hef séð sko Tony vinna round með einhverju Deglu 4K, ég hef séð, þú veist, Peter taka á móti 5 manns og finna 4, ég hef séð, þú veist, Dabbi gera það sama, ég hef séð Raflega Endria 5, skilurðu, eða eitthvað, þú veist, þetta er allt svona. Já. Þannig að ég get ekki sagt það, en þú veist, KBO, ef það er einhver sem að gerir það, að þá líka, þá er það KBO. Já. Þannig að þetta er líka ástæðan fyrir að þessi lið eru í fyrsta og öðru sæti, Tómi. Þú veist, KBO er ekki þarna út af einhverju tilviljun. Þetta er út af því að þeir eru líka með leikmenn sem geta stíð upp í þessum öðustundum og eru ekki, skilurðu, þú veist, akkeri á B sem að nær einum, skilurðu. Þú veist, þetta er akkeri á B sem nær 2 til 3. Já. Þetta er akkeri á A sem nær 2 til 3. Þetta eru entry sem að ná 2. Þú veist, þetta er bara munurinn á því að vera lið sem er í efsta sæti eða ekki. Það er öll lið með entry sem geta náð 1. Og hvað, skilur þú veist, hvernig ætlar að fylgja því eftir? Þegar hingaðin á sætinu eða fyrsta rotate kemur og tekur 3. Þú veist, allt í einu komin í 1 á 3. Þú veist, hversu oft sjáum við nákvæmlega það scenario koma, sérstaklega þegar liðir að spila móti þessum liðum? Það sem ég held að sé að fara að vera fyrir Dusty, þetta verður þeirra stæðsta prófrun hingað til, búin að mæta Bakkus, Neista, Hyper og já, Sögu í deildinni og fóru fremur auðveldlega með á þar. Erfiðara að sjálfsögðu þegar þeir mættu þeim á Skjálta, en ég held að þetta verði þeirra stæðsta prófraun hingað til í deildinni. En KBO megin, þeir eru búin að fara í gegnum svipulið, Hyper, Bakkus, Þór, Neista, fremur auðveldlega í þokkabót, en að sjálfsögðu við setjum alltaf spurninguna með það að við erum að fara í Nuke, Inferno og Train, en við förum í third map og jafnvel í fyrstu 2. Ég held að Vappa leysið hjá þeim verði dálítið erfið fyrir þá. Hvað finnst þér? Gæti alveg verið það. Sko, Inferno er ekkert eitthvað, þú veist, Vappa map dauðans. Nei. Þú veist, þetta eru þröngalínur og jú, það er alveg óþægilegt að spila á móti, skilur aggressífum Vappa sem kannski að taka einhver pík niður miðju, niður second mid, þú veist, jafnvel að píka niður banana, eitthvað svona, en þú veist, og við vitum það að Raflega er alveg þokkalegu combat Vappi, en þegar við sjáum Dusty spila Inferno, þá hallar þessi meira á rifflana heldur en hitt. Þú spilar oftast ekki Vappa á T-side í Inferno, þannig að þú veist, ég held að það komi kannski ekki rosalega mikið niður á þar. Nuke er annað mál, en þá sérstaklega þegar þú ert að tala útisvæðið. Og þá er það samt sem áður þannig að, skilurðu, ef að KBO ætla að fara úti, þeir eru með Vappa, það hallar á þá í Vappa-deildinni, bara kasta þeir útismókum. Þú veist, og þá er Vappin í rauninu orðið verri heldur en Riffle sem getur allavega spammað smókin. Og þá þarf Dusty að fara að spila Vappanum kannski einhverjum óþægilegum stöðum, jafnvel spila hann eitthvað upp í heaven eða setja hann á rampin eða hvað það er. Þannig að, þú veist, já og nei. Vandamálið þeirra er, held ég, aðalega það að þú veist,
þeir eru ekki með þá allavega þetta verkfæri í verkfærakistunni að geta fundið early picks með vappanum, þú veist, frítt. Þeir þurfa alltaf að taka fætin og þegar þú tekur fætin alltaf á móti Dusty þá ertu alltaf að taka áhættu á að tapa fætinum og bara því miður þá tapar honum oftar en þú vinnur þegar þú ert að spila 1v1 gunfights á móti Dusty. Já. Spám í spilin. Hvernig heldur þetta var í? Ég ætla að gefa þessu 2-1 sko, fyrir Dusty. Ég held að þetta verði banger of a match og ég held að við fyrir í train og þar held ég að það verði ofuröfli fyrir KPU en Dabbi opnar reikningin í hell. Solo næstur og Dabbi finnur hann líka, þetta ótrúlegt hvernig hann gerir Rafle með 2 þarna. Er hann búinn að taka silensin af uskunni í þokkabót? Það svona bad boy moment. Þetta bara... Rafle með, já það 11 á ennið, köllum við þetta. Og þetta skemmtilegt. Nei, þú veist, bara aftur. Á móti flestum liðum í deildinni, þá hefði þetta round bara virkað ógeðslega vel. Já. En bara Rafle finnur 2 í vend, bara 2 insta headshot. Dabbi finnur einhverstaðan 2 í hell. Og hvað? Hvað á Rifflu að gera? Ekki neitt. Hann á að koma bombunni niður og bara... Herru, strákar, ég get ekki unni með þetta. Það bara þannig. Þetta bara klikkað. Við sjáum svona hybrid-kaupið frá KPU. Fjárfesta í 2 AK'um, setja það á leikmennina með armor, 2 armor lausir að leita að einhverjum með deglunum. En það er snembúinn vappi á Rafle. Já, þetta gæti verið svakalega dýrt ef hann missir hann. Glimmt hann að kaupa, hvernig á hann fyrir vappa í rándi 2? Bara... Keypti hann ekkert inn í rándi 1? Það gæti alveg verið, sko. Það kemur ekki óvart. Það kemur bara alls ekki óvart. Það er alvöru sick koncept sko. Þetta sem leitar að opnut rampinum. Peter droppar niður með mollan, ákveður að nota hann ekki alveg strax, notar hann örlítið setna. Dabbi í vörðinni, flassið gerir ekki rúslega mikið en þeir ætla að challenge hann hérna og Rafle í þokkabóti hjálpunni. Dabbi næra hverfa í burtu, vappaskotið hittir ekki í marken og Nonni með degluna á Rafle þarna, vappin fallin Tommy. Nonni með Pandas. Og Nonni með Pandas líka. Þetta frýr vappi, þetta nákvæmlega það sem svo ótrúlega hættulegt í þessum hröðu rándum. Það bara MP9, Tony og Peter í vörninni. Tony fer óséður, skýtur núna þar fröken Solo finnur hann og þá Peter einn eftir. Glæsett skota á Rifflu, þeir svo lágir en samt sem áður krækja í sigur hér. Tempo sigur hjá KPJ. Þetta var rosalegt ránd allt frá kaupunum inn í það og þessum skotum frá Nonni með 2 á deglunni og bara virkilega þétt spilað svo myndi ég segja sko tiltölulega ódýrt kontról á rampina það. Peter einhvern veginn bara bjóst alls ekki við þeim svona framalega, gægist þarna yfir kassan og ákveður strax að droppa, tekur ekki einu sinni skot, molla síðan seint og þeir gera bara rétt, þeir bara frista. Taka bara sinn tíma í að fara og klíra hellið og vinna rándið frábært ránd 2 hjá KPJ. Frýr vappi, þetta getur verið ákaflega dýrt og það er bara spurning hvernig Dusty ætla að svara. Það rampagressjón, flassið lélegt, Edison finnur Pandas, Peter í skotlininu núna, undirhandar smók, yfirna þessu múfi, það þarf einhver play. Það verður eitthvað að gerast hérna fyrir Dusty. Við köllum alltaf eftir galdrabröðum, það vantar hér. Já, ef það er eitthvað lið í þessari deild sem ég bara treysti sko, fullkomlega til þess að vera á deglum og 5-7s og þá er það Dusty. En þeir þurfa samt að láta það syngja til þess að standa undir því trausti akkurat núna og það er að fara að vera Peter. Tækifæri hérna á Edison, finnur hann, leikmaður nummer 1 fallin, Edison langt á undan restina af liðinu. Svo er tekin ákvörðun að fara niður. Dabbi búinn að finna Solo og það er komin yfirtala fyrir Dusty hérna og það er Rafle inn á side. Hann er búinn að finna 1, þeir viti ekki af honum, okkur er ekki að skjóta, Rafle með 2 og hvað er í gangi, Tommy? Það er anti-ego eða force-up hérna frá Dusty. Þeir svara rakleiðis. Þetta er bara, þetta er galið. Ég veit að það verður svona leikur, Óli, þetta verður stórskemmtilegt. Ég myndi hvetja fólk til að ná sér í popcorn, en núna poppa ég vel 2 poka því að það verða allavega 2 upp hérna. Já, þú veist, þetta er náttúrulega bara
þetta á bara ekki að gerast í hvoru og áttina hérna. KPO eiga ekkert erindi að vinna þetta round 2 og Dusty eiga ekkert erindi að vinna round 3. Nei. Þú veist, ég meina, Rafli, hann tekur 5 skot og einhver að horfa á hann fyrir aftan Sælotum. Já, mér finnst það rosalega skrítið, en það er innipopp. Flassið flýgur. Tony, Vindur, að fyrsta samt, allt upp á Stilasa Bjarkunum líka, Tony með 3. og Pandas með Nonna til að loka þessu og loksins stöðuleik í efnahægin hjá Dusty, lifa margir og já, menna, þetta hefði getað gerst í nokkur ránd í röð og CT-arnir hefði alltaf gjaldað fyrir það en skemmtilegt, gífurlega skemmtilegt, góð byrjun á leiki. Þú veist, talandi hérna multikills, það er búin multikill í hverju einasta rándi, Tommy. Þú veist, þetta er bara galið. Tony með 3 þarna í einni klippu á MP9. Já. Þú veist. Það er svo gaman að fylgjast með þessu liðum. Nonni, hann reynir að taka droppið niður vendið, það gengur ekki og þá er restin af liðinu svolítið út á eyju. Hann var ekki með bombuna, þannig að bara ná droppinu með smókunum og ná rótitinu. Smóka getur feitað áður en að mollin hverfur. Nei, þeir sleppa með það. VJ, hann er samt bara í vesinni. Já, hann er á vesinni en það. Smókurinn feitaður. Resleppur. Get down, Mr. President. Flassið. Það er nú enginn niðri, þannig að þeir eru bara að flassa ekki neitt og láta vita á sér í kjölfarið á því, en svo sem enginn skaði. Peter komin í rótið. Ætti að koma. Oh my god, þessar deglur. Þetta var skítuð skot hjá Edison. Tony, já, hann er komin í hjálpina. Það er enginn að koma í bakið á því, Tony mín. Minn, ekki mín. Ásakið. En þú veist, aftur, bara skítuð skot báðar áttir VJ núna með annan. Þetta er frábær leikur til þess að fylgjast með bara einstaklingshæfileikunum hérna. Og rafleg. Tony og, já. Þetta Rufflu liggur í valnum og það er 4-1. Svo sem ekkert brasin gífurlega fallegt skot hjá Edison. Við vitum hann á þenni. Já, ég veist, og líka bara hérna, svarið frá Tony, hann byggjar upp AK-inn og tekur þvílíkt prífæri á hurðina og one-tapar Edison tilbaka. Þú veist, þetta er bara, mér líður eins og við séum okkur í sýningu, Tommy. Þú veist, það er eins og þetta sé svona. Þú getur farið á flugvöll í farþegaflugvél eða þú getur farið á svona flugsýningu þar sem fólk er að gera alls konar listir. Já. Og mér finnst þess að við séum að horfa á það síðanemnda. Við erum ekki að horfa á Keflavíkur flugvöll, við erum að horfa á eitthvað airstrip í miðvesturíkjunum þar sem eitthvað gaur var að taka hérna upside down barrel roll 360. Það er það sem er í gangi akkurat núna. Lík sýning hér. Já, með að við gæðin í þessum liðum þá geta líka alltjent verið einhvers konar Raptor flugvélar frá bandaríska hernum eða eitthvað. Já, það bara. Núna nýr smókveikur hérna hjá KPO. Gekkja spray hjá Rafle. Notabene mjög skemmtilegt tricks að undirhanda smó. Þetta tók ekki eftir honum. Pandas gekkja play í honum. Rufflu leitar að frækinu á Pandas, finnur það ekki. Undirhandaði smóknum þannig að það kemur á þetta hljóð þegar að hann droppast niður í jörðina og hoppar með því. Getur gert það sama með að double-klikka á músina og verið ákveðið langt frá. Þannig að greina skoppar ekki. Já, það skiptir miklu máli. Já, þú bara hleypur í var ef leið og heyrir þetta. Nei, þú veist, bara þetta var svo snirtilega framkvæmt þarna hjá Dusty, sprengja gat í smókin og grípa 2 leikmenn með buksunar á hælunum og svo er það bara spreyið hjá Rafli sem stiklir þessu heim og Dusty, þeir eru í ham, þeir eru byrjað að byggja banka og eru komnir hérna 5-1 yfir. Þetta, já, forsöp, tap hjá þeim, virðist það var eftir á hér. Pandas með 3. sinn. Þú talar multifrag potential. Já, það er bara nákvæmlega sem er í gangi. VJ-n er hérna einum, aldrei móin og Tony klára hann 6-1. Og það sem verra er fyrir KPO, þetta eru hröðaránd. Já. Nei, þú veist, bara leikunum var að byrja Tommy. Já. Það er bara, við erum ekki búin að sjá round sem er búið að fara held ég bara fram yfir 1 mínútu og 15 sekúndur bara hinga til í leiknum. Þetta er bara rosalega mikið fyrsta kontakt.
sem þeir eru að missa leikmenn. Við getum eiginlega ekki talað sko fyrstu 5 rándir heldur af því að það var bara eitthvað svona force-kaup fram og tilbaka, eitthvað rugl og höfum það í huga. Ég meina eina rándin sem KPJ er búið að taka hérna ránd með 2 þar sem þeir eru með sko 3 diglur, 2 AKA en einhvern veginn á móti vaffa. Hvernig gerist þetta? Hann lappar inn gul og hann fær grensuna í sig. Og þetta svo ótrúlega vel spilað hjá Rafle. Hann með þá í rassvasanum. Nuflu nær einu tilbaka. Skiður samt sem áður. Þeir eiga lobbykontrólið. Þeir eiga viðbygguna að vita hvað þeir eru. Rafle núna komin yfir vettið og komin upp secretið. Hann að hlaupa og hann púsaði það. Já, þetta bilun. Hann að leika sér að þeim. Hann fikk 2 frökk í þessu rándi, annar var út hött og hitt var upp secret. Það var enginn að fylgjast með því. Hann komst í bak ískur. Þetta bara sko KPJ í bara akkurat þessum leik akkurat núna líta ekki út eins og þeir eiga að vera á sömu plánit út öst. Ef þeir eru 2 inn í lobby þá er ekki 2 inn í ískur að horfa á sama hluti. Núna vantar hausinn, eins og þú segir Tómi. Núna vantar einhvern leiðtoga til þess að segja hei, strákars, 7 tundir, við erum 10 sætið það, klórum tilbaka 5 ránd, hættum þessu rugli. Já, það er bara nákvæmlega þannig og líka það skemmir ekki fyrir ef þeir hæja örlítið á sig og tapa ekki hratt því að, já, mentalið að tapa svona hratt rándum rosalega vanmetinn. Nú eru þið búin að búa til pláss fyrir Pandas. Pandas að fara að íta þegar að hann svona finnur fyrir því, já, það er ekkert pressans að úti. Ja, þetta svona, sko, í spilahópnum mínum, sem myndir nú ekki flokkast mjög high level, þá einhver búinn að kalla, jæja, herri, tökum Navi, bannað að deyja hérna fyrstu mínútur. Já. Bara, þú veist, höldum bara default, sjáum hvaða aggressjón við getum beitað frá þeim, í staðinn fyrir að halda áfram að keyra bara inn á hraðanum. Peter þarna með frábært fragg á víti og það eini riffinn með fallinn, Solo búinn að taka hann upp hans maður, en Pandas með 2. Með 2. Fyrir á 2. Inn í doppul fara þeir, Tony tekur fæti mútið Edison. Þetta eru 2 gífurlega einstaklingslega hæfileikaríkir leikmenn. Nonni nær hins vegar treytfrækjuna hann Rafle. Það er ultimate final bossinn á móti Nonna og plantið kemur. Þetta var svo skemmtilegt hjá þeim hvernig þeir tók hennar fæt og hvernig Nonni tók treytið. Ég held að þetta væri bara búið spil þegar Edison hittir ekki hoppinu þarna inn í ventið. Ískur er lokuð. Ískur, hann getur ekki spilað á Ískur. Já, hvað? Já, planta fyrir hann. Opnar Ískur. Hann trúir ekki að sé að stikka! En hann næri þessu! Nonni ekki ánægður með þetta. Rafle, það er ekki einu sinni svipbrigði á honum. Hann vissi að hann væri með hann í rassvasanum. Hann situr á 9-2 eftir þetta ránd og hann var að sigla inn 8. með því að, já, ég ætla ekki að kalla það, bara stikka defuse. Sko, vá! Þetta er bara annar kaliber af leikmanni sem að sko bara lesturinn sem átti sér stað þarna var, þú veist, ekkert eðlur eða bara gammal. Ég meina, Rafle var bara, ef hann er hört eða bak við sæló, þá deyr. Þú veist, það er basically hugsun. Já. Vá. Það er svo ótrúlega riski samt að spila það menn í Ískur þegar hún er lokuð. En við skulum líka hafa það á hreinu. Það munaði bókstaflega sekúndu broti að Nonni ná honum þarna. En KPJ með góða byrjun á rondinu hér, komið manna forskot og halda því hérna 4-2. Komið tilbaka hérna inn í það ránd. Já, það fellur, Dabbi með rífraggi, einn á móti 3 nær samt í máður fragginu. Bomban er fyrir utan lobby, Tómi. Já. Við hljóta að fara inn núna, fyrst það er vita að Dabba á rappinum. Dabbi núna að rótita upp í heaven. Það er grena, þessi molli hitti ekki. Þetta er Q-ið fyrir hann til að leggja til allu. Spotta hann ekki. Og Dabbi ekki búinn að spotta hann. Þetta hefði verið rosalegt fragg hjá Dabbi. Nonni
Hann lætur ekki klötsast í tvisvar í röð. Nei, KBO klóra hérna í bakkan, búin að finna annar rándið sitt og eiga hérna tækifæri á 2 í viðbót, þú veist 8-4, maður hefur séð betri scorelines, hefur séð betri stigatöflu í hálfleik en miðað við hvernig þessi leikur er búin að vera framan af, þá myndi ég segja að KBO þetta að vera bara sko fegnir að sleppa út þessum hálfleik með 4 Já, ef þið ná 4 það væri náttúrulega bara mjög þægilegt en þeir þurfa að fara á móti 2 kaupum hjá Dusty. Þeir eru búin að byggja upp svo gífurlegan banka gennum 7 ránd í röð en þetta var heldur aggressíft en það er ekki hægt að láta ólóðanan leikmann Rafle. Það er inn tilbaka en VJ með rífrakkið, spreyið hjá VJ á Peter sem er á sítspónunu. Nú þurfa að spila úr þessu, hvernig ætla þeir að... Dabbi er komin í lobby! Dabbi með tímasetningur, hann er komið fram hjá Nonna í lobby en Nonni fann hann að lokum og þá er það 3-2. Bomban hérna liggur samt fyrir utan stíkrið, Tony gæti átt séns á henni en sýnir sig solo með línuna. Láta vappan virka og klárar þetta líka með Peter. Og 2 lotur í röð hér hjá KBO. Þetta var bara úti og fæta, finna frökkin. Þetta var bara refsing á árásagirnina frá Pandas. Þú veist, ég meina, Dusty þarna ætluðu að halda upp þetta hætti og svona berja niður rándið eins og eru búin að gera framan að í hálfleiknum og hugsa bara, heyrðu, Pandas svingar úti, hann finnur 2, við erum komin í 4 og 3, Rafle fylgir þessu eftir, við erum komin í 3 og 2 eða 3 og 1 og við vinnum rándið þaðan. En leið og það klikkaði, þá voru þið bara í bullandi vesenni. Rafle finnur ruflu. Það er Gresson inn í gula sem að aftur skila sér í frakki fyrir Rafle. Peter aggressífur á rampi. Þetta fyrsta, það er öðrum, nei, hausar hins vegar Edison. Svingar inn í línuna, solo að gera sér stóran á þessu vappa. 3v3, Edison, low. Sérðu hvað Dusty spila framalega? Já, þeir eru bara ekki að gefa þeim neitt grið hér. Pandas er búinn að finna solo úti en þetta er hárrétt kallinn á KBO og þeir lesa þetta vel. Ég meina, það eru 2 leikmenn inn í hött. Þú veist, það er ekkert verið að pakka í vörnin á sæti einhvers staðar. Þeir eru inn í hött. Það þýðir að þetta rapp upp í heaven áttur að vera sjúklega erfitt að þeir búist aldrei við 2 leikmennum út úr hött. Nei, bara það er út í hött. Það er út í hött. Ég ætla að segja þetta aftur. Ég heyrði það sko, mér finnst þetta svo klikkað, þessar stöður sem þeir eru að velja að spila. Þú veist, ég meina Rafle finnur pikkið með línu út hött og þeir eru að fara að lappa inn main hérna. Þú veist, þeir get ekki unnið þetta ránd nema með einhverju þvílíkum hetjustælum. Tony finnur Edison, þeir geta double swingað, double swingað. Þú veist ekki við þessu? Já, finna VJ 9-3 fyrir hálfleik, CT. Mjög gott skor fyrir Dusty, alveg, það þarf meira en pistol hérna fyrir KBO til að eiga séns í þennan leik, þetta map. Og ég minni fólk á það, núk map-picki á KBO eins og sést upp í hægra megin. Já, það er líka verðt að muna. En við vitum svo sem að KBO eru alveg færir að spila öll möppin, þannig að þú veist, við þurfum ekki að hafa of miklar áhyggjur af þeim. Þurfum að hafa áhyggjur af þeim bara aðláta því að Dusty er að spila ekkert eðlilega vel. Já. Og bæði Nuke og Inferno eru svona leiðinda möpp þegar þú ert að mæta einhverjum gæjum sem eru bara með númerið þitt einhvers veginn fremst á öllum línum. Við erum komin hérna út rampinn og hvert er fyrir heitið, frábært skotan hjá VJ, búin að finna 2, getur að finna meira, nei, jafnt í liðum. Peter dingar hann þarna. Hvað er í gangi hér? Rafle nær að taka upp uskuna, lifir Tony í hjálpinni, lifa 3, krækir pistol, 10-3 og þeir voru með séns þarna í örskamma stund. Þeir voru í hellinu og VJ var að hitta skotinu sínum, en þetta er erfitt. Þetta er gífurlega erfitt. Þetta er bara... Það hafa allir átt svona leik í tómi. Já. Allir sem eru að horfa hafa spilað svona leik. Þetta er leikurinn þar sem að þú skilur ekki hvernig þú ert að tapa þessum rándum, hvernig þú ert að tapa þeim svona hratt og þeir finnst þér svo bara alla línur og alla stöður sem þú ferð í þá skotir einhvers staðar í eyra eða þú býst ekki við þeim og Dusty er bara að spila þennan stíl
fullkomlega í þessum leik. Vissulega, smókurinn góður og blokkar það fyrir rampinn. Hún þarf að hafa 2 þar í kjölfar á því. Ekki dröss í bókunum hér. Víti með skátinn út á síðan. Það gæti heldur betur. Stólo með 2. Aggressífir koma í rótitið. Edison finnur ekki fragg og þá Nonni 1 eftir á móti 2. Ná að spila sig heldur betur vel úr þessu. Nonni niðri og þeir ákveða að fara upp. Það ekki góða fréttir fyrir Nonna. Bara alls ekki. Gæti hins vegar átt tímasetningu. Nei, ákveður að fara inn í lobbyið. Ekki sem mögulega í 1 stykki. Byssu komið AK á hendurnar. Gæti haldið þessu í raun og veru. Ég held upp úr þessu þá bara mjög erfitt að gera eitthvað annað. Það væri allavega saga til næsta bæjar ef að Nonni myndi sigra þetta. Með full armor. Klír út rétt angle, finnur fraggið á Dabbe. 1 á móti Peter upp í heaven með smoke en Peter finnur tímasendinguna og væntanlega heyrir í smokinum þegar hann tekur í gikkinn. Eða pinnan, öllu. Það fannst mér vera smá svona óákveðni í Nonna. Það verður einhver kallað, þú ert með smoke. Eða leit hann út. Eins og hann byrjar á því að horfa heaven, svo kallar hann einhver, þú ert með smoke og hann tekur úr smokinn og þú veist, ef planið hans hefði verið labbandi að ef við finnum fyrsta prikkið allir að smóka bombuna, þá hefði hann tekið smokinn upp leið og hann finnur fyrsta frakkið og hann hefði gert það í var frá heaven. En hann byrjar á því að ætla að taka fightinn, svo skiptir hann yfir smokinn og Peter bara gerir vel að finna tímasendinguna, þannig að þetta var svona óheppilegt og virtist vera svona smá óákveðni í gangi. Rifflu á rampinum, þeir ætla að miða spjótum sínum þangað. Eiga erfiðan leik, 1-14 á honum. Já, bara, það eru eiginlega allir að eiga ansi erfiðan leik, en sérstaklega Rifflu. Káðnir. Ég myndi segja, je suis Rifflu. Já. Chatið getur bara hent í þetta. Je suis Rifflu. Við höfum öll upplifað svona leik. Sem maður situr einhvern veginn bara og með hausinn í höndunum og bara skilur ekki hvað maður að gera vitlaust. Já, það bara nákvæmlega þannig. Rifflu komið niður, Rafli búinn að finna opnun á Nonna hins vegar. Og hérna geti Fraggi komið, nei, Dabbe finnur hann, Peter finnur Stólo og 1 AK tilbaka. Edison gæti fundið eitthvað meira hér. Planti kemur núna. VJ situr á diglu, hann ætlar að reyna í single en smóka út og Edison bara að spara. Það bara, já, strákar, eini sjansin okkar hérna bara að taka 9 í röð og setja þetta í OT. Já, það svona virðist vera og mér sýnist Dusty vera ekkert að djóka með þetta heldur. Þeir ætla bara að sigla þessu heim og fara í seinbúinn kvöldmatt. Já, þeir eru allavega búin að stilla tempóið sem að þarf til þess að vera ekkert ofsvangir, þessi seríu búinn. Já. Eitt kífi fyrir leik og... Já. Þetta er, sko, við höfum séð Dusty leika á alls oddi áður, en ég held að það sé bara, þessi langt síðan ég séð Dusty svona örugga. Já, þetta er gífurlega örugt. 12-3 og já, ég held að þessi skjálta final hafi gefið þeim byrðu báða vangi að þeir geti ekki tekið fótinn af bensíngjöfinni sem er hættulegt lið. Mér finnst þeir vera að spila allt öðruvísi heldur en þeir meira sér að spila þau í þeim úrslitum. Þeir eru ekki búin að taka eina aftarlega línu. Nei. Allan setjahálfleikin. Þeir eru bara í fésinu á andstæðinginum og þetta er eitt af þessum liðum sem að er rosalega confidence based. Ef þú nærð frökkunum þetta er skemmtilegt, það samt sem áður. Þetta er confidence based lið. Ef að þú nærð að berja það niður í þessum framalegu línum og nærð að fá aftalega og koma þeim örlítið úr sínu elementi, þá ertu að fara að gera allavega, þá áttu meiri séns. En ef að þeir fá að ráða öllu hvernig þeir engagea og hvernig leikurinn spilast, þá ert að fara að eiga slæman tíma.
Og það nákvæmlega sem að KPU var að lenda í, en Sóluna einu tilbaka. Ruflu með autosjókununa vill ekki vera of framala. Húsar að vinna. Já, það finnur engan. VJ nær hana. 2. Risastórt. Gefum sjansinn. 3 á 2 hérna. 3 á 1 núna. Já. Allt á herðunum hérna hjá Rafli. Samt Rafli. Smókarinn út. Stunga smókinn. Finnur frakkið samt sem áður. Og það er VJ sem að krækir í 3K og sigrar rándið fyrir þá og það er ekki vaparum. Já, Rafli er ránkvorur augunum bara. Já, jú, hann er með á það. Það er ekkert rosalega ánægður með þetta. Nei, og þú veist, þetta er svona, ég veit ekki hvað skal segja, Tómi, þetta er svona, stundum einhverju svona leikmenn sem að þú horfir á að gera hluti eins og til dæmis bara hlaupa í gegnum smók til að ná í bombuna. Þeir bara vinna fætana. Það er bara eins og kúlurnar frá andstæðingunum séu bara, þú veist, að skjóta á milli tánn á þeim eða eitthvað. Já, þetta er bara þannig. Og Rafli er svolítið með þessa áru akkurat núna og já, KPU munu gera vel ef þeir ná að losa hann við þessa áru og byrja bara að tengja kúlunum. Já. Hann kemst stundum upp, vargurinn vera svona líka. Þú veist, þeir bara svona komast upp með að hlaupa í einhverja stöður sem eru bara galnar og einhvern veginn vinna fætana. Skemmtileg staða sem er að koma sér í hérna. Nonni hefði geta verið í vissinni. Lasse er ágætt, komið inn í smókinn. Nonni nær engum. Nær að pipra 3-4 fyrirgefðu. En nær engu frakki. Það verður erfiðara fyrir KPU því að þeir ætla að streyma inn á neðri sæti núna. Peter með rótetið í vendið en enginn ætlar að koma þaðan. Ruflu með Pandas. Ná ekki frökkunni samt sem áður, allt í einu 3-3. Eru í vari og eiga Hauk í horni á Dabbe sem er ekki búinn að sýna sig allan þennan tíma. Heldur lífi en Það spá mig gegnum veggi. þetta getur ekki gerst. Þetta, ok, já. Peter bara hlæra þessu. Kláraði alla kúlunar. Þetta hefði verið náttúrulega bara eitt það skrýtnasta klöpp sem ég hef séð. Ég hefði farið heim, Tómi. Ég held ég hefði bara ángríns farið heim. Já, ég held að KPU hefði líka bara farið, þú veist. Þeir hefði bara sagt, við nennum ekki að spila leik fyrir 2. Það bara, þú veist, þetta var einu sinni til umræðu, bara á ekki einu svona að gerast. Staðan er 12-5 hér og KPU var búin að tengja saman 2 rándur síðan það einu sinni áður í þessum leik og þeir töpuðu 3. rándinu, náðu þeir að setja 3. rándið í röð hérna á stigatöfluna og vinna, þú veist, hvert einasta ránd á þessu tímpúti er móralskur sigur, hvort þeir fari með leikin í OT eða ekki, en það er hratt rampplay hérna á Ruflu til varna, Ruflu bara finna 1, finnur ekki meira. Það er fyrir að finna fleiri þarna, verður að segjast, smókurinn er góður og næra að halda rótetinu. Peter tingar hann. Þeir eru 3 fyrir aftan. 90 á 10 í líf þarna. Hvað eru þeir 3 að gera í hellinu? Það er bara einhver umferð teppa, Nonni hérna til varnar, kemur sér í Astralis. Þú að finna 1, heyrir Peter. Hvernig? Þetta er aldrei sigur í þessu rándi en Peter er búinn að gera meira en flestir. Ég meina, þú veist, af hverju finnst með Peter bara vera favorite hérna í þessu dúli? Nei, Solo, hann sér þetta, sér sína og Peter fellur hér. Ég veit ekki hvað það er, sko, en þú veist, ég var bara eitthvað, já, þú veist, Solo með vappan, hann með degluna úti, þú veist, af hverju finnst mér eins og Peter eigi meiri líkur hérna, sko, þú veist. Já, út af því að þeir eru að spila frábælega. En sástu þetta, Tómi? Þú veist, Ruflu til varnar á rampinum, hann var pislur í sig, hann er á rifli, finnur 1, skilur við, næsti leikmaður, finnur 1. Hvar eru multifrökin? Hvar eru þessi? Nei, þú veist, og það er bara það sem er að skilja þessi liða af akkurat núna. Það er VJ og Edison sem hafa verið að sjá þá. Solo vissulega á vappanum í þokkabót. En já, þessi varnar
varnar multikill þurfa að koma og sérstaklega út af solo að halda einhverjum stað eins og Rufflu að gera. En samt sem áður, það round nummer 19 sem hefst hér 12-6 Dusty einu roundi frá sigri í þessu mappi. Stuðu þarna. Grensta leita Rufflu, hann finnur ekki frakkið og Peter og Pandas búinir að búa til pláss. Edison nær dabbið þarna til að malda lítið móin en niðri fallið. 4-4 retake hér, Edison lár. Nonni, hann þarf að taka á móti Rafli, hann opnar og Rafli kemur honum í opna skjöldu og skýtur hann í eyrað. VJ gæti gert lítið sama við Rafli, en einhvern veginn tekur VJ damage. Vá, þetta var að taka miklu minni tíma. Þarna eru þeir þrír fastir í bara aftasta ganginum hjá Vent. Þurfa að vinna sig þarna út og komast í gegnum ansi langa varnalínu og Pandas er búin að finna fyrsta, hann finnur annan og þá þarf VJ að taka honum stóra sínu hér. Grenan góð á Peter, býst við mann í dark en hann getur ekki hort í báðar áttir á sama tíma og Dusty vinna map nummer 1, Nuke map pickið hjá KPI. Sko, þetta bara rosalega einkennandi með þetta senasta round. Þeir eru í 3v3 retake á niðri. Ok, þeir eru með Edison sem low. Hann ætlar að fara í control og bara gera sér stóran með þetta low HP og þeir ætla að reyna að trade. Það kemur enginn í trade með honum. Þeir standa þarna í double sem lokuð notabene og þeir opna hann ekki fyrir aðeins seinna og hlaupa 1 og 1 inn á Panda sem nær 2K. Þetta rosalega svona þetta bara 101 Counter-Strike. Þú ert að nýta low HP leikmannin til að finna treytið og gera þetta í 2v2 sem bara mjög vel geranleg staða. Sérstaklega þegar þú treyta næsta fer í 1v1. Þetta illa spila hjá KPI. Þetta var bara svolítið saga hálfleiksins og bara aftur, skilur þú veist, Rufflu á að finna mann hana. Já. Það bara þannig. Rufflu var ekki með í þessum leik. Já. Þetta svona, þú veist, skilur, ég meina, ég vil ekki fara of illum orðum það, en þú veist, þetta leikmaður sem á að gera betur. Það bara þannig. Tvímælalaust. Það er sett trú á þig þegar þú ert komin á rampinn. Þú verður ná einum eða þá þú verður að lifa og fara niður. Það er ekkert annað í stöðunni. Ef þú deyrð og já, ég hef persónulega gert þetta margoft. Þú deyrð á rampinum, nærð engum, gerir engan skaða. Rándið ef það tapast, það fer alveg stórt á þig. Já, bara allan daginn. Við erum í úrvalsdeildinni, þú verður að gera betur. Það er bara allan daginn og skilur við. Já, ég veit ekki hvað skal segja. Bara þú veist, hvernig áttu að díla við það þegar þú ert alltaf manni undir, þú ert að fara í retake á B-sætið sem erfitt sæti að retaka, Dusty að setja sig upp í framalegum stöðum til þess að taka á móti retakinu þínu. Þú veist, þetta bara uppskrift að töpuðu rándi. Algjörlega. Maður leiksins? Sko, núna steinglimti ég að spá í því á meðan leikurinn var í gangi, en þú veist, ég verð að gefa Rafliða af því að mér fannst hann þú veist, bara fyrir það eitt að hann var náð frakki út hött og upp secret í sama rondinu, að það segið bara hvernig maðurinn var að spila. Já. Hann átti líka þarna frábært spreytan þegar þeir grena smókin og var bara alveg þokkalega góður og eins og bara svo ofta áður. Þegar hann þá fellur rándin meira KPI megin. Já. Skal alveg 100% vera samanlagi þar en það er ekki búið en KPI einu mappi undir en getaði komið tilbaka þegar við snúum til Ítalíu í Inferno. Ekki vera langt. Já, hann kerið 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að gæða. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, maður.
Já, klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það, já, bæ. Come on! Velkomin aftur, KPJ Kakan í Núk tekur enda en það er Inferno sem tekur við. Ef við vorum að tala um confidence-based sé sem að þarf í Núk þá, Inferno, þú getur komist upp með alls konar hluti ef að þeir leifta. Já, það var áhugavert að sjá hvernig Dusty kjósa að spila Inferno eftir að hafa sett tónin í seríunni svona harkalega. Þeir náttúrulega, þú veist, eins og ég segi, þeir eru að spila, skilurðu, rauðakám úti. Þú veist, þeir eru að spila hött, þeir eru að spila framalega á rampinum. Voru að vísu, bara verðum að segja, þú veist, þeir voru minnst árásgjarnir á rampinum. Já. Af því að það er eins og þeir átti sig á kostnaðnum ef þú tapar rampinum ódýrt. Sér munin á því hvernig Rufflu spilaði rampin og móti hvernig Peter spilaði rampin. Peter er bara bak á kassan að kíkja og svo bara droppar hann og hans hlutur ekki að lifa, hann er ekki svona að reyna að taka fætin og þeir senda 2 ef þeir ætla að taka fætin á rampinum. Það var eitthvað sem við sáum KPJ ekki gera en það er þá spurning, hvernig ætla þeir að spila Inferno? Erum við að fara að sjá það að spila framalega í apps? Eru þeir að fara að smóka niður miðju og spila in second mid? Eru þeir að fara að berjast hart banana control? Hvaða breytingar ætla þeir að gera þarna af því að við höfum alveg séð á spila meira aftar á Inferno heldur en við vorum að sjá í Núk. Leðu mér að stoppa þig, þetta er svona multiple choice spurning, ég ætla að tjekka í öll box, þeir verða aggressífir allstaðar. Ef að það verður ekki stöðvað, þá halda þeir í áfram. Og ég lefu mér að segja að Rafli, hann var að spila þennan Núkleik eins og einhver hafi móðgað hann. Því að hann var að spila bara playing angry. Hann var reiður þegar hann tapaði fætum, tapaði klötsum og þú veist, reiður innan gæsalappa því að það er eins og hann þurfti að sanna eitthvað. Hann spilaði svo vel. Ég er bara, þú veist, ángríns og þú þarft að vera þar. Þú veist, ég held að síðasti einstaklingurinn sem að ég sá sem að tók fragg út hött og upp secret í sama rondinu hafi verið sko symbol fyrir svona 5 árum. Bara svona no joke, þú veist. Hann er náttúrulega, sko, Rafli virðist vera bara þessi hypermobile vappi og þú talaðir náttúrulega hann í byrjun útsendingar að hann væri þessi combat vappi og það sáum við bara þarna. Hann er mjög hreyfanlegur og þá sérstaklega í Núk og ég gef mér alveg svona líkingarnar á symbol vissulega, hann er að taka eitthvað frá honum, þú veist, múvin.
Já, en KB og þeir þurfa bara, þú veist, að ná miðjunni sinni aftur, anda hún í maga, taka smá box breathing hérna í pásunni og mæta til leiks í Inferno og þeir þurfa að búast við Dusty framalega, myndi ég halda. Nákvæmlega þannig og já, við erum komið live hérna í Inferno og sjálfsög KB og CT megin map pickið hjá Dusty, Nonni komin í geðvika stöðu, nær þarna einu fraggi og núna höndar hann niður, Tony tekur fraggið og þá voru þeir 4 Edison það er ekki, já þar fragga en lifir þrátt fyrir það. Já, og tekur ekki skadar. Núna rótitið ekki komið, þeir hætta við. Það er gamli góði snákurinn, svona útfæsla af snákinum en þeir eru ekki búin að taka neitt frá þeim á B-inu og VJ er í bústinu, sá þá báða þarna, svinga. VJ er búin að vera risastór! VJ, það er 3K pistol aftur fyrir VJ. Bara, þú veist, ef öll ránd var í pistolránd, þá vil ég VJ í liðinu mínu. Guð minn góður, hvað maðurinn er góður á pistols. Það er líka bara, gefur auðvitað að VJ er gífulega hæfileikaríkur og já, bara finna multifrögg. Þetta var einn af fáum leikmönnunum í KBO sem var í senasta leik bara með lífsmark. Það er bara þannig. KBO gerðu nokkra hluti vel í þessu rándi. Þeir púsuðu niður miðuna og voru aggressífur á móti. Þeir lásu rétt að þetta væri snákur, skilurðu, og það er af því að Edison lifir. Ef Edison fellur þarna, þá eru þeir ekki með infóið í apps til þess að kalla, hei, þeir eru ekki að koma að. Þetta er skemmtilegt. Og svo fara þeir í bústið og láta það virka. Já. Þannig að bara bjartir punktar fyrir KBO þetta, stemma. Algjörlega, og Rufflu kom með fragg. Hann, já, fyrir að menn bara byrja vel og þá tekur það engan enda. En Dusty með glokkur, þetta ætti að vera ránd með 2 fyrir KBO og hérna, það er ekki vonan einu öðru. Ég segi bara þessi sví Rufflu hérna, þetta er leikurinn sem hún tekur eftir umræðarleikinn sem átt og segir eftir ránd 2, já ég er bara komið jafnmörg frögg og ég var með í síðasta leik og heldur síðan áfram á 30 bombar. Þannig að, já, bara ég hef tröll að trúa mínum manni Rufflu. Dabbi þarna með Edison aftur hluti sem eiga að gerast. Nei. Ha? M4 komin í hendunar á þeim, Nonni núna einn eftir á A-sætinu er í pitt hérna á bróken en þeir, Rufflu fallin! Hvað? Þetta eru glokkur! M4 komin í hendunar á Peter, Solo reyna að finna fraggið og gerir það, þetta var mikilvægt fragg. Dabbi, hann er komið aukt B-sætt. Hann er komið aukt B-sætt með bombuna. Hvað er í gangi hérna? Ég veit það ekki, Tommy. Þetta er rosalegt og ef hann, þú veist, já ok, bara, þú veist, hann á ekki að fá annan leikmannana, gerir það ekki Solo til bjargar. Það er bara, þú veist, ef að Solo fellur þarna, ég meina, hann gerir allt. Þarna var bara, ef það er armor á Dusty með þessum glokkum, þá vinna þeir þetta ránd. Já. Það er bara þannig. Eiginlega. M4-in inn í... Þú veist, ég segi bara, þetta voru glokkur, sko. Það voru glokkur. En KBO bjarga sig fyrir hótt, vissulega, lifa bara með 2 leikmenn, en náðu bjarga M4. Solo náði líka þó nokkrum fellum að það, 3 fellur sem hann tekur á MP9-na, þannig að hann á nægan pening. Þannig að við erum að sjá hérna vel keypt KBO-lið að fara að mæta kaupinu frá Dusty. Já. Líka, nóg af Util hérna á KBO, 3 á banana. Þannig að berjast í banana hér. Peter í sóknar hlutverki á banana. Sýndur tiltölulega öruggur hérna og fer að sækja niður. Þetta gæti verið. Og Tony finnur einn en það er svarað en það er Peter Haukur í hotni sem að þeir finna Rufflu með 1 stykki grensu í fésið, 49 HP á honum. Þeir gætu hópa sig saman og fara B akkurat núna, vita sjálfsög ekki að þeir eru að stakka upp 2 í pitt og það veri eins langt og rotate og það gæti verið á B-sæti. En ákveða að snúa spjótum sínum rakleiðis að A-sætinu. Búast við að rotate væri búið að hefja göngu sína að B-inu en það er sjálfsögðu ekki búið að gera það. Backstæð smókur og hérna koma þeir í gegnum tennis.
ætti núna að vita þegar að seinni smókurinn lendir að séu 2 þarna en það skiptir ykkur máli þegar hún hleypur inn og hausa fólk. Já, bara nákvæmlega þannig. Og já, Rufflu sem að gerði bara ágætlega á banana. Hann situr eftir með sástennið, þannig að halda þessu hérna. Hann gerði sitt, hann kastaði þessum flössum og hélt lífi, þannig að mollin hann niður bara ekki nógu góður. Þú veist, þú þarfst að velja þér hot til þess að Fantur, algjör fantur þarna. Þarna þarf KPO, þeir þurfa að velja sér hot til þess að klíra með þessum molla. Erum við að klíra vinstra hotnið eða erum við að klíra barrels? Og ef þú ætlar ekki að klíra tunnur með mollanum, þá þarfst að búast við því að sé maður þar. Já. Það er bara þannig. Já. Og þeir gera það ekki og það kemur og býtur þá í bossan, Peter, gerir vel þarna. Þannig hrósa sko Dusty með það að þeir sprengtu smókin, Tony kíkir nær einu fraggi og það er eins og þeir séu ekki komnir inn á banana. Þú veist, að þeir séu að sprengja smókin af því að þeir eru ekki með neitt bananleikról. Það er skemmtileg útfærsla hjá Dusty og þeir eru með svona lítil play út af því að þeir tekja hvort annað svo ótrúlega vel. Svona litlu playin sem að búa til rándin fyrir þá. Svona flétturnar, pick and pop, pick and roll. Já, það er forsað upp hjá KPJ, Degla 5-7 og M4-ar á restina. Lítið af Util. Lítið af Util, það er kannski svona stóra línan í þessu rondi. Þurfa að láta það skipta máli. Skemmtilegu smók hana. Já, mjög skemmtilegur. Flassið, feika, control á banana, að beita út Util. Og já, fær nú lítið sem ekkert annað en sprayið frá Peter síns mér. Pantast með smók á longið. Það segir gott, en Nonni snýr undan og ekkert að bakveða í rauninni og eins og við sjáum þá er banana kontrólið komið og haldið af Dusty allan tíman, bomban komin þar og aftur allir Dusty leikmenn á leiðinni af B. Einn Degla og einn M4 í höndunum á Rufflu og Solo sem er í vörninni þar og það er enga hjálp að fá. Enga hjálp að fá og núna þurfum við að fá multikillin. Og þeir eru að stakka upp á þriðning og það er Molli að fara að koma frá rafli. Ná fyrsta hérna en við erum ekki baka úr Mollunum alveg strax en ná báðum frökkunum fremur fljótt og plantið kemur niður. 3-4 og Edison, hann ætlar að fara í exit frökk. Já, þeir hefði ekki geta verið verst að þetta er eins og þú segir fyrir akkurat þetta execute góð Molli þarna hjá Dusty og bara vel nýtt stöf. KPJ aga er hérna, kalla bara sparið. Þetta er eitthvað sem að sjáum verri lið ekki gera, skilur. Þeir reyna í þessi glorious retake en ekki KPJ eru sniður, vita það að það skiptir bara miklu máli að halda þessum byssum og Edison er hér til þess að reyna að ná einhverju tilbaka en fara í þessi aggressífu trade, byggust kannski ekki við það að allir fjóri væri að fara að exita saman þarna niður banana. Vita núna hvar VJ er en ætti að vera öruggur þarna. Já, heldur M4-unum inn í næsta ránd og þá eina byssan sem þær eiga efast að þeir ákveða að fjárfesta einhverja árásarriffla mögulega já við erum að, þú veist hríðskotabyssur en ég menna, þú veist, það getur líka verið þarna kafbáta submachine gun kafbáta hríðskotariffill kafbáta byssunar maður kafbáta hríðskotariffill. Það er náttúrulega ekki submarine machine gun, sko. Nei. Sub væri náttúrulega líka svona, þú veist, þessu subway, sko. Já, vissulega. Við þurfum samt að fara kalkunabátsbyssan. Við þurfum að fara að undirbúa okkur samt út af því að ég held að úrslitin séu á degi íslenska tungu. Já. Þannig að við verðum að leika á alls oddi þá. Það hljóma vel, það er skemmtilegt. Manstu hvað ég og nokkrir aðrir hafa verið að kalla til dæmis AK-47? Nei. Sjálfur ykkur Kristó. Sjálfur ykkur Kristó. Já, þetta er trend.
Ég fíla það. Ég fíla allt svona nýtt, sko. Það er eiginlega skýra minn, sko. Stakki og Kabi og það er allt BM-in, Dusty búin að vera að láta í sér heyra og taka kontról hérna amin, en eru að fara að lappa inn í 4 manna stakk KBJ og ef það er eitthvað round sem að KBJ geta svona hrifsað úr höndunum á Dusty þá er það þetta, en sjáðu hvað ákvörðin þeir taka bara kontaktið þetta inn, það er ekkert stöf. Þetta er sem nær þetta einum, 5-7, nei fyrirgefið, P250 að gera vel. En Dabbi og Rafle spila vel og þessu einn eftir á sætinu, það er Rufflu, 5-7 í höndunum, gætu fundið þrakkan hann fyrir aftan fántunið, hann býst við því að einhver komi, en Rufflu finnur hins vegar frakk, 2 á móti 1 og rotatið, það getur bara verið frá Banana, sögum þess að Panda sig komin á CT og Nonni, hann er í vesinu núna, en alltaf að fara að reyna með þessa P250 í höndunum, spila þetta örugt, og gæti, hann ætlar að spila eftir exits. Já, það er bara verið að spila efnahagsleikin hérna og það er alveg svona, hvað getur sagt, til tilbreytni að gera það. Finnur frakkið á Nonna og það er 3-2. 3-2 og sko, við erum að tala um að í núk að það var staðan svona 8-1 á þessu tímpúti. Já. Þetta er miklu hægari leikur. Já, vissulega og það er náttúrulega bara hvernig mappið er útsett og allt eftir þeim götum. En líka það að það var náttúrulega þetta vilda force stríði í byrjun á núk sem að eyðilega efnahæginn hjá KBJ, það sjálfsögðu. Skemmtilegt þannig að þeir droppa grenu í rampin bara vitandi það að þeir ætla að sprengja smókti. Já. Þetta er að segja þetta kemur þetta hljóð. Peter nær 1, nær 2 þarna! Flassaður! Reynir í 3. en Edison nær loksins að fella Peter. Ok, Nonni jafnar í liðum að það. Hann á ekki að ná 2. Hann á ekki að ná 2. Það var ekki séns. Hann er staurblindur, sko. Hann er staurblindur. Já, hann er staurblindur. Nær að spraytransfera blindur. Grípur síðan stafinn sinn. Nonni kom með allt infóið. En það bara breytir engu. Því að það er bara 1 á B-sætinu. Já, núna þarf Edison að vera risastór. Hann er bara með 19 HP. Þetta flash verður að tengja. Hægir á þeim. Já, gerir það vissulega en þetta lætur vita að Edison er á síðan og hann rótið þar yfir á CT sem að er smókað eins og staðan er núna. Séð smókað líka og Edison er bara ekki með í playinu. Nei, næsta kontakt verður að koma frá Nonna, gerir það, Rafle spottar hann hins ára út, grensan gæti verið góð en Edison með þessu tímasningu fellur, Nonni verður að vera ennþá stærri, finna 2N með smók í rassvasanum. Þetta er alveg að taka Dabbi að því gegn aftur og aftur. Dabbi með 1 í líf. Það var alltaf að tengja svona 1 kúlu og Dabbi alltaf að takast meira og meira. Bara hvernig ætlar hann að hætta að sprayja gennum að kassa? 4-2. 4-2 og ég meina KBJ voru átt að vera í góðum séans þarna en ég meina það er bara þetta spray hjá Peter á Banana sem að gerir allt í þessu rándi. Algjörlega. Hann á valla að fá 1. Þú veist, þeir standa þarna á feysan 2, þeir eiga að vinna fætin á undan en hann fær einhvern veginn. Það er þetta multi-frag potential sem þú talar þessi grensa getur verið geggjuð. Er það reyndar ekki solo og Rufflu ná að hörfa sér í taka tíð. Hún ætla að spila smókin hér en Peter, hann býður bara holl rólegur. Mólinn er góður. Og finna Rufflu þegar smókin feitar. Og B-sætið er fallið en engin bomba og hinum inn á mappinu þar er allt búið að gerast. Já, bomban fallin. Smókurinn er djúpur, þeir eiga smók til að countera það. Nonni reiknar út að það er nákvæmlega það sem er að fara að gerast þannig að
hann ætlar að koma í lörkið. Peter hins vegar Hér vitis nákvæmlega hvað í gangi. Hann búinn að reikna þetta út. Þetta náttúrulega ekki hægt. Þetta sko Hvað átt að gera í þessu? Hvað átt að gera í þessu, Tómi? Tony Hvernig dílar bara við þetta? Tony á móti Edison. Tony nær bombunni. Og sleppur. Og sleppur með vissulega lítið HP og VJ með tímasendingu. Mögulega tímasendingu. Edison kemur þarna alveg á harða hlaupum. Engin smók. Edison lætur heyra í sér. Spurning hvort þeir lesi í það. Það sé þá leikmaður að koma banana. 2-2 hérna í þessu ríteki. Tony og Peter eru lágir. Það þarf bara að tengja einni kúlu með deglunni. Fyrsti fallin, VJ með frábært skotana, en hann tekin í eira, býst ekki við Tony hann í síðanu, Edison þá 1-1, en Tony með klötsið. Já. Og þá bara fellur allt döst í mig. Já, það er nákvæmlega þannig. Spila verið úr þessu er að lesa leikinn frábælega. Þetta, já, eins og við sáum bara hvernig hann Peter var að framkvæma þetta. Gerist ekki betra. Þeir eru bara með númerið hjá KBJ, alla leið. Peter klíri þarna á þessu tímpúti. Þú veist, það er svo agaður CS, Tommy. Já. Það er svo agaður CS. Af því að tilhneigingin er að vilja fara bara í áttina af bardaganum, vilja halda bombunni, þú veist, búast við einhver aggressjoni niður miðjuna eða kannski hérna, í gegnum Mexiko, kannski, þú veist, en hann er þarna þegar hann þarf að vera þarna og þetta er bara ægi, ekkert annað. Algjörlega og þetta getur við sagt í rauninni. Pandas! Hann er sjálfur að velta þessu fyrir sig. Dabbi spotta hann inn og hlýtur að vera. Klírar hann hann út, Nonni hélt að hann væri örugur. Peter ætlaði að vera sniðugur þarna og lúra inn í smóknum á bílnum en allt kom fyrir ekki. Umferð að teppa það. Ég bara, núna veit ég að það er ekki sérstaklega góð lýsing og ég sé bara að það sko, en ég bara skil ekki hvað við erum að horfa á, Tómi. Já, þetta var rosaleg óhefni hjá KBJ þarna. Ég sá ekki hver það var, en maðurinn undirskiknið þarna er að spila þetta alveg rétt. Hann er að smóka miðjuna, hann er að rísmóka miðjuna, hann ætlar að henda molla í boiler til þess að stoppa allt púsið. En bara einhvern veginn akkurat á þeim tímapunkti þá kíkir Pandas, heldur niður í vinstri takkanum og fær 2. Já, það er bara nákvæmlega sem að gerist. En mér langar samt að klára punkti með Peter. Talar aga. Það er alveg ástæða fyrir þessi gauri búin að vera á toppnum í svona langan tíma. Já. Þetta er bara ægi, spilatími og líka bara hvað hann er ótrúlega klár spilari. Hann er ekkert endilega alltaf besti spilarinn, en ég veit fá lið sem væru ekki til að hafa Peter í sér. Nei, og bara, þú veist, hann sýnir gæðin með þessu play. Já. Það er bara þannig. 100%. Hann bara sýnir gæðin sem hann býr yfir. Og svo fraggar hann líka. 6-2. Og já, það er nú annar leikur í gangi. Og ef fólk vill geima þá ætla ég að gefa Höskuldar viðvörun akkurat núna. Þór eru að sigra Hyper 1-0 og map 2 overpass er 5-1 fyrir Þór. Já. Þannig að þeir gætu verið að kveikja reglulega vel núna upp í sín rönni. Já, þú sér búin að ráða óuppassdraugnum bana og farnir að færa sig på skafti þar. Já, ég ætla rétt svo að vona það því að þeir voru stökustu vandræði með neista daginn. Timeout hérna, ég meina, þú veist, Kudos gerir áfyrir þessi KBJ sem er að taka timeout. Aðeins að stilla saman strengi og ákveða hvað er að gera. Sitja á byssum í þessu rándi, þannig að möguleikin er til staðar. Og í rauninni, þú veist, Peter, hann leiðir vagnin hérna 8-7,
en engar eitthvað svona rugglað fraktölu eins og við sjáum oft frá Dusty. Tony Lár eftir Jútil hérna. Kontur Jútil í Fallen. Peter lörkar smókin, Pandaspinn frakka núna, VJ. Þeir geta splitta bíð. Þeir geta splitta bíð, Edison er einum þetta tilbaka, en þetta er fullkomið splitt á B-sætið og... Það er bara enginn til þess að splitta. Nei, það bara þarf ekki að splitta, en Dabbi hins vegar komin í frábæra stöðu. Ættu vita samt sem á að vera að sér og já, rauninni bara tryggir rándið. Hérna við bara að fara að seifa. Við fáum ekkert pláss á CT. Við erum aldrei að fara að ná þessu í tæka tíð. Þeir geta bara annarkvort törtlað eða mætt okkur. Við missum þessa byssur, en Dusty komnir í 7. Bomban þarf bara að tikka niður. Já, það er bara þannig KPO ná að halda vappanum og einu rifli og riflin ekki að vera endanum, AK Sjálfurku Kristó. Ég held að fólk sé ekki rosalega hrifið að því samt. Við þurfum að workshopa þetta eitthvað. Það er bara neitt. Með eiga það með þessari uppfæslu hérna yfir í CS2 á Inferno, þá voru hansi flottar innréttingar settar hann í T-Apps. Já, þetta er eitthvað ítölsk hönnun, sko. Eitthvað ítalskt handverk. Já. Alls ekki fjöldaframleitt. Þetta er bara einhver Antonio eða Luigi sem var að skera þetta út úr bara trédrumbi sem hefur verið í ættinni í aldir. Eitthvað eikartré sem hann fellir síðan og býr til stóla úr. Skemmtileg myndavél að vinna hérna. Bara, við erum að fá, þetta er svona T-Tours, hérna, moment. Þessi grena hérna gerir alls mikið skað á Peter, en það er allt gert til þess að taka smókin í burtu. Og Pandas, hann er bara hlaupinn í gegn, en þeir sjá við hann hérna VJ með 2 risastór skot og Solo bætir í. Þetta er það sem við þurfum að sjá meira af frá KPJ. Solo er hins vegar bara einum ruflu ennþá inn á ekki fraggi samt sem áður. Þetta er erfitt ránd. Ef Edison finnur ekki Peter þá er þetta bara virkilega erfitt ránd. En Edison kemur til bjargar. Plantar Fóktein með smók til að vinna í kringum, en VJ finnur hann og já, það er þriðja rándið fyrir KPJ. Þú ert alls ekki öruggur með þig í 3-2 retake á B-side á Inferno. Nei, bara alls ekki. Sérstaklega sérilagi ef að Rafle hefði getað nýtt hennar smók í eitthvað annað heldur en bara smóka fyrir sig, loka fyrir CT, loka fyrir síð, helst CT að sjálfsögðu, koma sér í betri stöður, jafnvel eitthvað crossfire, eitthvað skemmtilegt, þeir eru að fara að gera þetta að, já, mögulega 1-1 sem að kannski vinst, þetta bara mjög líklega. Bara, Edison gerir mjög vel þarna í að forða þeim frá því að lenda í þeirri stöðu og það er bara, aftur 2 sekúndum setna, ef hann ákveður að hlaupa 2 sekúndum setna, þá er bara þetta ránd bara líklega til þess að falla Dusty megin heldur en KPJ megin sem er í rauninni fáránlegt eftir 3 opnar. Já. Algjörlega hlaupandi inn markúðun og falla 2 samt sem áður. Að eiga séns í rándið er náttúrulega bara bilun. Búið að bústa Pandas upp í boiler, flössinni upp og Pandas fær að klíra. Þeir eru loksins búinir að laga silent boostið sitt upp í apps. Ég er búin að sjá að reyna 3 og feila því á því. Peter finnur Soloðan í gegn. Það er á B-hliðinni, því það B-hliðinni er veik. Rafle strauir ekki smókin hérna og þeir eru búinir að eigna sér mixið. Sjáðu rótið. Það er bara 1 nonni á A-sætinu. 1 smókur í backside og þeir þurfa að vinna 1 4v1. Og já, svinga bara inn í hann. Þetta sem næri einum tilbaka, en Dabbi ekki búinn að deploya sínum smók. Kemur hins vegar núna með afbragðsgóðu flassi og þá erum við komin í heldur betur vesen fyrir KPJ. Men ætla þeir að reyna. Það er alveg séns að þeir bara nei. Peningurinn er lélegur. Hann er ekki skelfilegur, en hann er lélegur. Ég held að þetta sé svona að þú þarft að taka mjög mikið af breytum inn í reikningin akkurat núna af því að þeir þurfa ránd.
Já, en þeir eru aldrei að fara að vinna þetta round upp á þessu að fyrsta retake fraggið fór til Dusty, þar að leiðandi roundið fyrra, líka 4 frögg að finna. Tony og Rafli allavega að falla með bombunni en það er engin vöntun á pening hjá Dusty. Nei, það er nóg til þar. Það er nóg til. Þeir geta allir farið út að borða á þessum blessaða veitingastað sem þeir spóna á. Já, ábyggilega. Alveg, þó nokkur sinnum sennilega. Splæst á alla inni og verið með fyrsta rándið og fengið sér limoncello eftir á og ekki verið á bummer og eitthvað. Það er bara þannig. Það er svona sjarminandi inngangur á hann veitingastað og lappa fram með svona ruslagámum og Já. svona. Öskubökkum og í hvað sko. Þetta er alveg svakar. Solo, hann er að spila framalega hérna í apps og þetta er svona skemmtilegt, eitthvað, reyna að láta eitthvað gerast hérna, en Pandas, hann er bara komin upp í apps. Hann er bara farinn. Hann er alveg farinn fram hjá. Og Dabbi er búinn að finna Solo. Æjæjæj, Díos. Já, þú veist, hvað á maður að gera, Tommi? Það er bara nákvæmlega þannig. Þeir hafa engin svör hér fyrir en þeir finna bombuna loksins, en það er Edison á milli Steins og Sleggju. Tony fellir hann, en þetta er senasta rándið í fyrri hálfleik og lítur út fyrir að það sé 9-3. Bara eins og við sáum í núk. Já. Og 9-3 í þetta skipti samt á, sko, vittlusi hlið. Já. Þú horfir oftast ekki á skorlani, á stigatöfluna í Inferno og hugsaðar, já, 9-3, þeir tóku 9 hérna á TF-liðinu sinni. Það er ekkert mál, það er hægt að vinna það tilbaka. Það þarf að brjóta vörnina hjá Dusty á bak aftur, hvorki meira niður minna heldur en 10 sinnum í seinni hálfleik ef að KPI ætla að eiga séns á að vinna þennan leik og það er hægara sagt en gert. Já, það er nákvæmlega þannig. 9-3. Stýrasti hluturinn á matselum er $9 eða 9 evrur væntanlega. Já, blessa verður þau getur keypt það út árið og meira til. Chicken Lover. Býtu, það er búið að keyra inn. Já, það er búið að keyra inn, sko. Ég gerum ráð fyrir því að TR-hliðin hafi keyrt þarna inn, sko. Já. Bara valda einhverjum óskunda, sko. Já, einhver usli hérna á sókninni, sko. Það er liggur við. En fyrsta rándið, það er nokkrir hérna á banana, bomban þar á meðal, Edison hleypur hérna út markóið, rótetið er að koma yfir á CT, það er Peter. Bomban, Peter, fúst ekki við svona grunnu. Peter er fyrsta, Edison liggur í valnum, þeir eru búin að einangra leikmannin sem er í library, en árásinn kemur á B-sætið með Rafli að finna einn, finnur hann annan, gerir það og Solo í púlinu með bombu og í bullandi vesinni fellur og þá er VJ einn eftir. Hann var í library að finna sér bók, gat í rauninni ekkert hjálpað við þetta, verið að einangra hann. Rafli gerir frábæla á B-sætinu, Peter læsir þá inn á CT og það er Dusty með pistol 10-3 Óli. Þetta er rosalegt. Bara, hvað skal segja, Tommy? Þú veist, hvað skal segja? Rafli finnur 3 þarna. Já. Einn. Getur að taka móti 3. Hann á að vera í disadvantage þarna. Hann meira segja klúðrar svona fyrstu 2 skotunum. Já. Þeir geta átt þarna mjög favorable 3 á móti 1. Þeir búast ekki við því að playið þeirra hafi virkað eins vel og það virkað. Þeir búast ekki við því að það séu allir búnir að róteta þarna í burtu og Rafli sé einn, þannig að þeir eru alltaf að horfa í baki á sér og horfa að leita eftir hinum mannunum inn á sæt og það bara Rafli nýtir sér það fullkomlega. En það er núna 3-3 Pandas hér til varnar og hann felast því hérna inn á sæt og hann fær 2, hann fær 3! Það bara getur ekki, þú veist, þú bara getur ekki unnið ránd ef að þú tekur ekki 3 á einn fætana þína, Tommy. Já, það bara 100% þannig. MP9 á móti no armor glokkum. Þeir ná að strippa nokkra byssur þarna samt sem áður. Gerir þetta aðeins erfiðara. Þannig að það gæti alveg hugsast að ef það er framkoma gott midround hér með einhverjum opnunum með þessum AK-um þá eiga er sens hér en
Það komið stóra græna prikið á Rafle sem hægt að vera stórt og grænt yfirleitt. Það marglita, þessi grensa geggjuð. Ég lofaði því, og Peter lappar klíra bæði horninu með mólum. Þetta munur. Já. Peter hefði aldrei lappað það niður á þess að klíra tunnur. Og Rufflu á núna 30 HP. Og þetta stór opnun. Rufflu búinn að finna Peter, kom sér í skemmtilega stöðu þarna og fann opnunna. Þetta sem búinn að gera mikið til að komast út hérna, en núna þurfa þeir að finna Tony sem í apps. Tæktu eftir hvernig Tony að spila þetta. Hann ætlar að reyna að finna bombu í rótetinu, gerir það. Hún liggur núna í second mid, mollar núna í boiler og þá þurfa þeir að nýta smókið sinn. Annar komin í lower mid, grensan, það smókur öllu heldur sem frábær því að nú þeir inni króaðir. Þeir voru með allt plássið en Tony gerir svo vel og finnur bombuna í rótetinu. Já, ránd sem leit út fyrir að vera loksins að falla KPO megin og svo bara hrifsa Dusty það tilbaka, en hvað getur Edson gert þetta? Fappanum, top mid, finnur frakkið, 12-3, það map og match point á Dusty sem hafa ekki fengið einn svitadropa niður ennið, það ekki búið að hafa mikið fyrir þessu hér. Sko, þeir eru búin að gera rosalega mikið, en þeir eru ekki búin að þurfa að hafa rosalega mikið fyrir því sem að þeir gera. Nei. Það einhvern veginn virðist ekkert vera erfitt. Rafleið þarna, 1-3 í pistolrondinu. Hann bara að beygja sig bak við fountain. Skilur þú veist. Bara velja að fæta. Það alltaf fullkomin stjórn. Rufflu þarna, greinakett verið góð, tekur 10 að Rafleið. Hann mollar víti og nær síðan frakkinu. Nær! Þetta náðu opn. Nei. Heyrðu, var þetta live feed úr haustnum á öllum í KPJ? Nei! Þetta bara, þetta minnir mig á hvað heit hann? Alfalfa eða eitthvað úr Power Rangers. Já. Þú veist, það bara KPJ permanently í gegnum allt þetta map. Já. Og í fyrra mappinu líka. Æjæjæjæjæj! Já, það nákvæmlega þannig. Þeir eru ekki með neina lausnir og hafa í rauninni bara einhvern veginn rambað á opnanir og lappað inn sigur. En það bara Nonni og Edison sem að standa hérna í vegi fyrir algjöru busti, 2 upp í röð hjá Dusty og stríkið og KPO þá lokið, en Dusty heldur áfram. Já, svo sannlega, og gerir það með stæl. Þú veist, ef þú værir utan að komandi aðili og horfa á fyrsta streamið þitt, og ef þú ert utan að komandi aðili og horfa á fyrsta streamið þitt, þá myndir ekkert endilega trúa mér. Ég myndi segja að þetta liðin sem í fyrsta og öðru seti. Nonni einn eftir. Kunnuleg staða sem hann spreyja í gegn hérna, en það boostið sem að klárar hann. 2-0 fyrir Dusty, 13-3. 13-6 og 13-3 og já, ég vil nú meira þess að meina að þrátt fyrir að Nuke hafi spilast í 6 round þá þeir voru með öll völd þar, voru með öll völd í Inferno, það var ekki séns að komast fram hjá þessu. Nei, það var ekki séns. Þú veist, ég veit ekki hvað ég á að segja. Þetta nákvæmlega það sem ég sagði í upphafið á þessari útsettingu. Það skipti engu máli hvort það var Pandas, hvort það var Peter, hvort það var Dabbi, hvort það var Rafle, hvort það var Tony. Þegar þeir fengu 3 plus menn á sig, þá tóku þeir allavega 2, ef ekki alla 3. Já, og þú veist, þeir voru bara að komast upp með að trekk. Sami spilastíl út í gegn í bæði Nuke og Inferno, örlítið minna í Inferno vissulega, bara út af því hvernig layoutið á mappinu og svo framvegis, en algjörir yfirburðir og Dusty fara heim með stíin og vel verðskuldu, það var aldrei neitt rán þarna. Nei, alls ekki, og náttúrulega helsti munurinn í spilastílnum sem við sáum milli þessara mappa var bara því að við sáum T-hliðina þeirra í Inferno og við sáum mest af CT-hliðina þeirra í Nuke. Ef við horfum á CT-rándin hjá þeim, þá voru þeir að taka fætin framalega,
Þú sér rándið sem að þeir hérna hrifsa tilbaka er rándið þar sem að Tony lappar út svalir og finnur bombuna í rótitinu. Þannig að, og meiri segja sko, þú veist, á tilhliðin sinni þá voru þeir að taka aggressive play eins og að hérna, láta Pandas hlaupa út mixið, hlaupa CT. Næsta ránd þá reyna þeir 2 að hlaupa CT. Þá eru þeir gripnum í buxunar og hælunum, ná samt einhvern veginn að gera það close rándi. Þetta var bara svona Dusty í dagsformi sem að er óviðráðanlegt og Dusty í þessu leikformi að spila þennan leikstíl er eitthvað sem að ég myndi vilja sjá keppa á móti erlendulið. Já, þú veist, þetta var þannig séð. Þú veist, ég horfði á þetta og ég hugsaði einhvern veginn sko bara öryggi sem við spiluðum með, sjálfstörti sem við spiluðum með, það var á einhverju svona leveli sem að bara þú hefði getað sett einhverja stjörnur, þú veist, ekkert eitthvað, þú veist, tier 1 lið endilega þarna á móti, en þú veist, þú hefði getað sett einhverja stjörnur, einhver tier 2 lið og þeir hefðu mögulega bara brotnað eins og KBJ gerði. Af því að skotin voru það krisp, fætarnir voru það góðir, stöðuna sem voru taka voru það óvæntar og stöðugar, skilur við. Þú veist, í Núk þá varstu bara eitthvað, eru þeir á rauðagám, eru þeir í Afríku, eru þeir á bláagám, eru þeir, þú veist, ég veit það ekki, eru þeir að fara að kíkja út hött, eru þeir að fara að púsa rampin, eru þeir að fara að koma secret, þú veist, þetta er bara svona mental overload sem þeir byggu til og þetta býr til svo mikið óöryggi í hinu liðinu. Og við sáum KBJ náttúrulega glíma nákvæmlega við það, þeir komu einhver vörnu við og eins og við talaðum fyrir leikinn, það var erfitt fyrir að hæja á leiknum og reyna að spila einhvern þannig leik því að þeir voru bara búinir með gírkassan, það var ekkert í boði, það var engin bakkgír og þeir voru bara í 5. gír og spiluðu leikinn rosalega hratt frá sér. Ég meina Inferno var þannig séð fremur hratt líka. Já, sérstaklega fyrir Inferno. Já. Svo það lengist þarna þegar það eru 4 sparránd, þú veist, það sem þeir bara spara og við fáum auka 40 sekundur á bombuna að tikka. En þegar að koma að svona momentunum, skilur, fætunum, það var rosalega lítið eitthvað, þú veist, við erum að pota, við erum að taka á móti jútili, núna erum við að bakka, núna erum við að róta þetta hérna, það var rosalega mikið bara svona, þú veist, það er ok, við erum að pota banana, fengum út jútil, við náðum pikki, við executum. Þannig að við vorum mjög sjaldan að sjá eitthvað sko, svona standard default út úr Dusty, þar sem að þeir skilur, þú veist, ná banana control, ná mixinu, frista í 20 sekundur, executa síðan annarkvort sætið, það þurfti aldrei, af því að þeir voru búin að finna það mikið að pikkum og þú veist, kudos á KBJ að reyna að taka fætana, en ef þú ætlar að reyna að taka fætana, bara þú veist, hei, við ætlum að halda mixinu, hei, við ætlum að ná banana, þá verður þú bara að gera það betur og með meiri aga. Þú veist, rándið sem þeir tapa í gegnum banana, þar sem Peter felur sig á locks eða barrels og þeir klíraði ekki og þeir búast ekki við honum hana. Svo taka þeir sama play í rándi númer 2 þegar þeir eru á tilhliðinni að þá sneika þeir ruflu þangað inn og hvað gerir Dusty? Þeir móla fyrst vinstra hornið, svo móla þeir hægra hornið. Þú veist, ruflu fékk af vísu pikk þarna en skilur, hann fær pikk á 30 HP, skilur. Þetta er þessi stigsmunur að ef þú ætlar að taka fætinn svona framalega mót Dusty, þá má bara ekki vera nein glufa. Já, airtight en MVP? Sko, ég var alveg svolítið peppaður af því að ég var bara eitthvað, hei, ég get gefið einhverjum öðrum heldur en raflega af því að mér fannst Peter vera frábær, hann var að leiða vagnin fraklega séð, hann var að skapa rosalega mikið fyrir liðið og svo kemur seinni hálfleikurinn og Rafli bara hendir í, þú veist, einhver 11 frögg í einhverjum 4 rándum, tekur eitthvað 3K, vinnur einhver ránd einstæmi, wallbangar mennið bananan og þú veist, ég bara get ekki gefið neinum öðrum. Já. Hann bara var maður leiksins, hann tók þennan leik, kverkataki og kláraði hann seinna hálfleik. Algjörlega, það er nákvæmlega hann. Ég skal alveg bakka það hart upp, en Dusty, besta liðið í deildinni í dag allavega og KBJ komu ekki vörnum við hér í kvöld. Það er hins vegar næsta útsending á 5. daginn. Ekki missa af henni. Sjáumst þá.